byrjum eins og vanlega á fréttum dagsins. Kannski var ég að fara með stærstu frétt dagsins sem eru boðuð verkfall Eflingar. Ég myndi segja það væri kannski boðun verkfalls Eflinga fólks. Þannig að nú er bara, framöndan væntanlega fyrst verkfall hjá hótelstarfsfólki. Já. En þú ætlar að Ég ræði við Sólvönu aftur. Það eru þangað til að liggur fyrir atkvæðagreiðslan. Já. Þá verður náttúrulega áróðu stríð og það er byrjað. Já. Ég sá að Halldór Benjamín er að þýða tilboð sitt til Eflingar yfir á pólsku. Einmitt. Til að reyna að hafa áhrif á atkvæðagreiðsluna. Mögulega. Svo alltaf verið að tala þetta verkbann og svona. Hefur þú trú á því að ef að Efling fer í verkfall í Íslandshótelum að samtöku atvinnulífsins setji verkbann á önnur hótel eða eitthvað? Nei. Það er voða langt sem þetta hefur verið notað þessu tæki. En eiginlega alltaf í aðdraganda verkfalla þá kemur alltaf þessu umræða í gang. Já. Eins og það sé verið eins og það sé raunhæft. Já. Ég veit ekki, endanum þá gerist eitthvað. Já, það er náttúrulega bara verður eitthvað að gerast, sko. Þannig að ég er alltaf að lýsa eftir vonbrigðum mínum með aðra fjölmiðla sem kannski leiðinda töð. En mér finnst það skrítið að í kjaradeilu þá er aldrei rætt kjör þeirra sem eru að fara fram á kjarabætur. Einmitt. Og við erum nú reynt að standa okkur á samstöðunni með því að finna einhverja leið til þess að fjallum þetta og daginn þá byggum við til neysluvísitölu lágtekjufólks. Og ástæðan er svo að neysluvísitalan eins og hún er mæld að Hagstofunni, hún náttúrulega mælir meðaltal neyslu fólks á að gera það. Oft er þetta aðeins gamalt, nokkur ára gamalt. Það er gerða ekki svona kannanir til þess að kanna meðalneyslu fólks, til þess að sjá í hvað fólk eyðir peningunum. Neysla lágtekjufólks er náttúrulega allt öðruvísi heldur fólks almennt. Vegna þess að þar vegur þyngra, til dæmis húsaleiga. Já. Og það hefur verið gerða kannanir á Eflingu og víðar, sem sýnir það að næstu svona meðaltali að þá eru leigjendur að borga cirka 50% af tekjum sínum í húsaleigu, einmitt. Húsalegan eru fer jafnvel upp í 75%, sko. Það er meðan vel að rannsókn Öryrkjabandalagsins. Nýverið til dæmis. En ég segi bara af leigjendum er það 50%. Ég myndi halda að það væri hærra hjá lágtekjufólki. Það væri 50% pluss. Já, ég held það nefnilega. En inn í neysluvísitölu Hagstofunnar er þetta rúm 4%. En þar inn er náttúrulega 20% sem er kallað eigin húsaleiga sem að sveiflast eftir söluverði fastegna. En allavega sá húsnæðiskostnaður, fyrir utan rafmagn og hita, að hann er í Hagstofunni bara 25%, en hann er alveg líklega 50%. Og sama með sambandi matin og svona. Þannig að það sem ég gerði var að taka 7. launaflokk starfsgreinasambandsins og sá það náttúrulega fljótt að hann dugar ekki fyrir framfærslu. Og þá ertu með framfærslu við umboðsmann skuldara sem er það sem að þú verður að hafa áður og getur farið að borga skulduðinum. Þannig að þetta er ekki meðal neysla og neitt hátt, þetta er bara það sem þú þarft til að lifa. Er sérst umboðsmann skuldara búin að búa til neyslu? Já, hann er búin að vera með í mörg ár, og hann er eiginlega eini sem er með þetta núna vegna þess að félagsmálaráðuneyti gerði þetta, það var eitt af því sem að stjórnin eftir hrun sett í gang, vera með framfærslu viðmið. En þau voru... Það húsnæðisliðurinn er ekki inn í... Hann er ekki inn í hjá umboðsmanni skuldara. En stjórnvöld hættu að hafa framfærslu viðmiðin af því að það var alltaf hægt að benda á það að örorkulífeyrir dugi ekki til framfærslu, eftirlaun dugi ekki til framfærslu, lágmarkslaun dugi ekki til framfærslu, þannig að stjórnvöld bara ákveða að láta þetta hverfa aftur. En umboðsmaður hann verður eiginlega að hafa þetta til þess að geta starfað af því að til þess að meta hvað þú getur borgað lánadrottinu mikið að þá verður að finna út hvað þú þarft að hafa til þess að endurnýja þig. Þannig ég tók þetta og bætti svo við meðalleigu á 50 fermetri íbúð en þetta dugar ekki þannig að í umboðsmanni reikna með þú eigir eitthvað bílskrjóð þannig að ég hendi honum í burtu og hafði bara strætókort
og að þú neyddist að taka leigubíl kannski svona fyrir 8 skall sem kannski 3 ferðir á mánuði. Þú veist, ef þú átt enga bíla þá neyðust alltaf til að finna einhverja lausn á ferðamátaðinum með öðrum hætti. Og út af þessu verður til neysluvísitala. Og ég bjóti graf sem að sýnir sko þróunina á síðast ári. Og þarna sérðu, þetta mínusin sem að þessi maður í, maður eða kona, maður í merkingunni bæði, sérðu það í upphafi ársins og þá nýkomin launahækkun sko. Það í 1. janúar 2022 kemur síðasta reglubundna hækkun lífskjarasamninganna, mér minnir að vera 24.000 krónur. Og þetta þá ráðstöfunartekjur eftir, ég er búin að taka skattin af, iðgjöldin í lífeyrissjóðin, félagsgjöld til og svo borgar framfærsluna með að við umboðsmann skuldara að frádregnum bílnum og þú færð húsnæðisbætur. Og þarna kemur hagvaxtaraukin í apríl 2022 sem út af 10.500 krónur sem líka hluti af lífskjarasamningnum og svo kemur hækkun húsnæðisbóta þannig að þú sér það að verður töluð breyting þar á og mér finnst alltaf að benda á það vegna þess að húsnæðisbætur hækka þarna í annað skiptið frá 2017 og síðan þarna 1. janúar núna í þessu mánuði þá hækkar aftur og ég vil halda því fram að þetta sé afleiðing af góðri baráttu samtaka leigjenda. Því að stjórnvöld hafðu komist upp með það að raunverulega bara hækka hann einu sinni frá 1. janúar 2017 þegar húsnæðis bótakerfið var tekið upp, þangað til mitt ár 2022. En síðan gera það tvisvarsinnum á hálfu ári eftir að leigjendasamtökin endurreist í nóvember 2021. En þarna bætist aðeins, en síðan sérðu hvað verðbólgan byrjar að verða hröð á seinni hluta ársins. Og megnið af þessari niðursveiflu þarna í október, nóvember og desember að á sama tíma og fasteignaverðar að frjósa, að þá skýst húsaleigan upp. Akkurat. Og það samingiður á milli því að það engin leið fyrir fólk til þess að komast út af leigumarkaði yfir á kaupmarkaðina þegar svo dýrt að taka lánin. Og þar leðandi eru fleiri sem eru þann inni, plús það að ferðamennir eru komnir sem að taka Airbnb íbúðir og hlera, plús það að það kemur inn vinnuafl að utan til þess að sinna ferðamennunum, það álag á húsnæðismarkaðin og svo eru við að taka á móti flotta fólki frá Úkraínu og Venezuela, þannig að húsnæðismarkaðurinn algjörlega á suðupunkti. Okay. Síðan koma, og þarna sérðu að hækkanirnar koma þarna í nýr kjarasamningur og þá loksins fer maðurinn upp. Þannig að hann á rúma 5.000 krónur eftir í veskinu. En sérðu hvað verðbólgan fljót að berja það niður. Þetta eru allar hækkanirnar sem koma í nýju kjarasamningi með hagvaxtaraukunum, flýtingu hagvaxtaraukas. Þannig að almennar launahækkanir, þetta var í mínus án hans. Því að af 13.000 krónum þá sitja eftir ef ég maður rétt eitthvað kringum 8.000 krónur. Sem að hann að án hagvaxtaraukas væru við ennþá með þennan manni í mínus. Síðan kemur janúar og þá koma húsnæðisbæturnar inn og skattabreytingarnar. Og ef við höldum áfram með árið eftir að þá byrjum við aftur á sama stað og við vorum hann á hinu grafinu og þetta gert ráð fyrir að verðbólga sem verðbólgur hraðin haldi áfram. Nú getur sagt að það var ósakjönd því að á bakvið samningana spá að verðbólgan á þessu ári verði 5,6%. Almenna verðbólgan. Verðbólgur hraðin núna í desember var 9,6%. Líkurnar á því að það detti niður að meðaltali í 5,6% árinu eiginlega spá það að verðbólgan í lok ársins verði 1,6%. Sem er bara mjög ósannlegt. Til viðbótar að miðað við þensluna á húsaleigumarkaði að þá má þessi vísitala sem vísitala lágtekjufólks að þá mun hún versna mjög hraðar. Þetta ég held að graf sýnir ástæðuna fyrir því að kjarasamningar Starfsgreinasambandsins eru mikið gagnrýndir. Þau eru raunverulega stórt veðmál snögga kælingu verðbólgunar. Sem að almennt held ég að fáir myndu vilja taka undir og ef þú horfir sértakt á það sem staða lágtekjufólks
að þá það mjög hægt. Já, og svo þetta náttúrulega í þessu samhengi núna bara hagnaðinum í allri verslun og annað og viðskiptum að það bara af hverju ættu láglauna fólk að taka á sig þá kælingu. Það er bara alveg stórfurðulegt. Það er bara ákvörðun það að minnka hlut launafólks og stækka hlut fyrirtækjanda. Já, fyrirtækjanda. Já. Það kom fram í viðtali okkar við Vilhjálm Hilmarsson, hagfræðing BHM, sem gerði ágætis út eftir þessu. Kannski ræðum við þetta við Ragnar Þóra morgun, hann safnar ársreiningu fyrirtækja og les þá á kvöldin að það fyrir að sofa og verða alltaf að pissa á hvað ógnarlegur gróði að fyrirtækjast á Íslandi. Bara gott að minna aftur á Oxfam-skýrsluna í þessu samhengi. Þetta er bara svo klikkað. Herðun, þú ætlar að tala við Sólu og Önnu aðeins og eftir þetta. Ég veit að tappa þessu af mér svo ég var ekki að eðalikja viðtali með því að vera að tala lágtekju vísitöluna. Mér finnst þess að vera Efling, Öryrkjabandalag og fleiri, ætti að búa til svona vísitölu. Þetta svo rosalega mikil munur á hvernig verðbólgan kemur inn á lágtekjufólk og það ekki bara það að þau hafi ekki borð fyrir báru. Heldur neysla allt öðruvísi samsett heldur fólks sem á miðlungstekjum eða þar fyrir ofan. Einmitt, nákvæmlega. Herðu, næsta mál. Fyrrverandi umboðsmaður Alþingis gerir alvarlega athugasemd við söluna og hlutunum í Íslandsbanka. Íslandsbanka lítur alltaf ver og ver út. Hún lítur alltaf ver og ver út, sko. Hann segir að þessi galli á skýrslunni vegna þess að hann tók bara eitthvað brot og tilteknulögum og svo nefnir hann, sko, það verður ekki tekið á upplýsingarlögum, ekki tekið á stjórnsýslulögum. Þannig að þetta bara hálf skýrsla. Nú ætti Alþingi náttúrulega, ef að forseti Alþingis væri með bein í nefinu, að senda bara aftur á Ríkisendurskoðun og segja að við viljum fá fulla skýrslu. Við viljum bara fá betri skýrslu. Og ekki taka 9 mánuðið aftur. Þetta er bara 3 mánuðið. Akkurat. Einmitt. Já. Þetta er eiginlega, maður er eiginlega svolítið hissa, sko, að lesa þetta, sko, að það þurfi fyrrverandi umboðsmann Alþingis til þess að sjá í gegnum þetta. Ég held að, sko, nokkri þingmenn hafi bent á þetta, sko. Er það? Já, það er bara ekki til hlusta. Ég veit ekki, það er eitthvað þú veist hvernig við ræðum hluti. Það er að koma úr svona formlegri stöðu. Það er ekki hlustað á okkur gaspararna hér. Það er ekki hlustað á þingmenn. Það er ekki hlustað á fólki á götun, það er ekki hlustað á almenning. Það er bara hlustað á okkur á stofnanir. Já, og sérstaklega umboðsmaður. Það er fyrrverandi, sko. Já, meira sér fyrrverandi. Já, það er frekar hlustað á hann. Já. En ef Þórhildur Sunna sér þennir í þingi, þá er það bara eitthvað gasp. Það er, þeim hefur tekist einhvern veginn að koma þannig fyrir að öll gagnrýni er einhvern veginn flokku sem tuð. Og þú þarft eiginlega að vera, sko, sör með eitthvað að borða á fyrrverandi eitthvað til þess að hlusta á þau. einmitt. Herðu, já, næsta mál, útlendingafrumvarpið, það er svona eina máli sem að vera að ræða á þingi í dag. Nú var bara að koma því í gegn. Tróða því í gegn. Nú er stutt eftir að ráðherratíð Jóns Gunnarssonar og svo virðist vera sem að Sjálfstæðisflokkurinn var ákveðið að hann fái þetta mál í gegn og fengið aðra flokka til að samþykkja það og forseti þings hefur bara tekið þetta eina mál í gegn til að klára aðra umræðu sem að Píratar stoppuðu fyrir jól. Akkurat. Þetta er svolítið svakalegt og svo er hann með, segist hann vera með svona hugmynda öðru frumvarpi í burðarleginum. Já, málið er náttúrulega þegar hann byrjaði, eins og við bentum á í Rauðaborðið, þegar þetta byrjaði í fyrirspurnatíma í þinginu þegar Sigmundur Davíð spurðan stöðu útlendingamálum. Þá kom í ljós línan sem hann ætlaði að reka. Einmitt. Og frumvarpi sem að fyrir gennum ríkisstjórn er náttúrulega bara byggt á... bara svona 15% af því sem hann vill. Þannig hann vill setja hér miklu strangari lög heldur en er í þessu frumvarpi. Þar með er ekki sagt að þetta frumvarp sé í lagi en það er ekki samingi milli þess sem hann er að segja. Fyrsta lagi er náttúrulega ekki samingi í því sem hann er að segja og raunveruleikunum. Já, hann náttúrulega byggir allar upplýsingar sínar á einhverju skekkju, einhverju lígi. Hann ýkir tölur og hann lýgur jáfnvel eins og í bara viðtali við
Reykjavík síðdegis hérna á dögunum. Já, allir væri konið tilbaka sem hefur verið sendið til Grínlands. Nei, þú veist, það var hann bara að tala um að það hefði bara, eins og það hefði bara verið rétt að senda alla á landi og hann minnist ekki á það að þetta fólk sé búið að fá í rauninni þá niðurstöðu í mál sína að það átti ekki að senda þá. Nei. Þannig að þú veist, hann bara valtar yfir öll lög og allar svona alvöru skýringar af því að hann er bara með einhverja skoðun. En hann líka segir bara ósatt í fjölda flóttamanna. Hann hefur talað um það í haust og ég heyrði Brynja Níelsson endurtaka að það stemdi að það eru 6.000 hérna, sem var að sækja um hæli á þessu ári. Sko líklega meða við tölurnar á fyrstu 11 mánuðunum, útlendingastofnun er ekki búin að skila 12 mánuðunum, að þá er það svona nærði að vera 4.000. Já, og þetta er svolítið og það að sko stjórnvöld skuli reka eitthvað svona þetta er bara, minnir mann á Trump. Ég veit það, þetta er bara algjör Trump. Þetta er það, algjörlega. Þeir skamma sín ekkert fyrir að segja ósatt. Nei. Af því að þeir eru einhverju heilögur í krossferð. Já, einmitt. Það eftir að koma í ljós, ég býst nú við að aðrir flokkar heldur en Píratar taki þátt í því að reyna að stoppa þetta mál því að öll mannúðarsamtök á Íslandi hafa fjallað þetta mál og komist að því þetta er óhæft frumvarp. Akkurat. Einu sem eru ánægð með þetta frumvarp eru Jón Gunnarsson, Sigmundur Davíð og einhverju menn sem að lenda á glærum framhaldsskólakennara þjóðerni sinna. Nákvæmlega. Heyrðu, og svo er hann búin að koma rafbyssunum í gegn bara á sko núleitni. Það er ótrúlegt. Það var sagt frá því bara hérna fyrir örfáum dögum að þetta myndi taka nokkra vikur. En svo bara Katrín Jakobsdóttir lét í það skína að hún er einhver hindrun, en hún var það ekki. Hún var það ekki, sko. Nei. En hún sér eftir þessu? Nei, ég man ekki að nú var það. Já, hún hefði því vilja að þetta hefði verið rætt í þinginu. Já. Þannig að alveg ótrúlegt þetta hefði verið bara innlett vegna hans ákvarðanar. Kannski verður það þannig að þegar löggan skýtur rafmagninu í þig, þá ber hann að segja að Katrín Jakobsdóttir sé ekki alveg hress með þetta. Já, ég held að það verður þannig, sko. Það er alltaf svona... Það er í Humphrey Bogart mynd þar sem hann skýtur konu og segir so sorry sweetie, but I have to kill you. Þannig að það kemur kannski svona sorry sweetie, en Katrín Jakobsdóttir er ekki, Katrín Jakobsdóttir segir sorry og svo er skotin. Þetta er svolítið svona eins og good cop, bad cop einhvern veginn þessi ríkisstjórn. Þú veist, að þessi einhvern veginn, þau séu svona leik að VG sé alltaf svona aðeins sympatíski en því miður við gátum ekki gert neitt í þessu. Nei. En Gjörðu svo vel, ég læti yfir til hans Jóns. Já. Mér finnst ég man ekki að ég hef sagt þetta en hann Fjölnir formaður félags lögreglumanna sem er í VG, hefur verið í framboði, ég held að það fyrir þetta varaþingmaður. Mér finnst hann segja lögreglumanna. Félag lögreglumanna. Hann sagði sko, ég vil að hann fá rafbyssur og ástæðan er svo að það er búið að skera svo niður fjölda lögreglumanna að þeir mæta oft bara mestalegi 2 á stað. Og hann segir að rannsóknin sýnir það að ef það mæta kannski 3 eða 4, þá verður ekkert ofbeldi. Ofbeldi verður þegar að eitthvað sem er í ójafnvægi eða eitthvað sem lítur á lögreglan sem andstæðing telur sig geta yfirbúið hana. Og það gerist þegar þú sendir 1 mann eða 2 menn á vettvang. Þeir eru vanfjármagnaðir, allt og fáir, þannig að auðvitað vilja þær fá rafbyssur. Já, þannig að þeir segja það er ekki ástæða þeir vilja... þeir vilja vera vopnaðir, þeir bara hafa ekkert annað. Hvort viltu fjölga lögreglumönnum eða fá rafbyssur, þá myndu þeir fjölga lögreglumönnum. En það er aldrei rætt um það þannig það er bara að fækka lögreglumönnum, þannig að þeir eru komin í einhverju nauðvörn og segja jú, við viljum taka rafbyssurnar og frekar ekkert. Akkurat. Og svo er það kynnt sem einhverju sérstök krafa lögreglunar að vilja rafbyssur. Þannig að enn einu sinni er Jón Gunnarsson bara segja ósatt. Já, hann er að gera það. Ef maður vil ekki nota orðið ljúga, þá segir maður það. Já. Hann er að segja ósatt. Nákvæmlega. Heyrðu, Eyjagosið er 50 ára í dag. Já, þetta stór viðburðum í þessunar. Já, einmitt. Það er það eru nokkrir að segja sögur af því hvað þeir voru staddir og hvað fór ekki flögu gegnum hugan. Við lifum á svo sjálfhverjum tímum, en nú er þetta allt svona persónulega sögur. Hvað varstu þegar Eyjagosið kom? Já. Heldur að Eyjarnar hefðu gosið 83, heldur að það hefðu verið endurbyggðar? Ég veit það ekki, nei, örugglega ekki. Ég þekki jarðfræng sem að heldur í fram að það hefði aldrei gerst með þekkinguna sem þau núna. Nei, ég held ekki, út frá því líka sem að þú varst að kannski
rekn út. Já, það út af kvótakerfinu. Það nefnilega, ég held að þetta svarir sem með jarðfræði, segja það ég held að jarðfræðingar myndu bara mæla gegn því að þarna byggt aftur. En málið það að ef þetta hefði gerst eftir 83, tala ekki 91 eftir framsalið í kvótanum, að þá hefði vinnslustöðin og ísfélagið bara farið annað, saminast Samherja og hefði verið gert út frá Akureyri, þannig að hefði aldrei verið forsöðu til þess að byggja það aftur. Nei. Ég sá á Hagstofunni að því að var allir að minnast kossins að Hagstofan birti graf þróun mannfjölda sem að sýndi höggi sem að kemur. Já. Og ég fór og lék mér að búa til mitt eigi graf sem er eiginlega saga Vestmannaeyja og þetta er línurið sem sýnir Eyjamenn sem hlutfall af Íslendingum. Þannig að þegar að grafið fyrir upp að þá er Eyjamönnum að fjölga hraðar en landsmönnum. Þegar það fyrir niður og þá erum að fækka í hlutfalli við landsmenn. Þannig að þetta er ekki rauntölur, því að þú getur ímyndað hvernig grafið lítur út með því að ímyndaða bara jafna fjölgun Íslendinga á bakvið. Og þarna kemur nefnilega í ljós hvað Vestmannaeyjar eru pólitískt mál. Vestmannaeyjar verða til sem sjávarbyggð á 25 ára tímabili upphafi síðustu aldar. Og það tvennt sem að er velvæðing bátaflotans sem að gerir mögulegt að stunda, Íslendingum mögulegt að stunda sjávarútveg sem sjálfstæð atvinnugrein. Áður hafði þetta verið bændur sem að réru og lífið í Vestmannaeyjum fyrir þennan tíma var fyrst og fremst sjálfstæðabúskapur, þar sem að menn drígðu veikan landbúnað með því að veiða fugla og safna eggjum og stunda einhverja svona fiskveiðar sem bændunni gerði. En það er annað sem að þarf annað en velvæðing bátana, það er að losa vistabandið og það er einmitt rýmkað þarna 1896 minni mig og það veldur því að fólk flykkist úr sveitunum úr geldlífi sveitana, þar sem að þú varst vinnukona og ég vinnumaður og við bjuggum inni hjá atvinnurekanda okkar, fengum borgað í fæði og húsnæði og fengum ekki eins og eitt rúm, heldur var niðursetningu settur við liðin okkur í rúminu. Þannig að þegar að vistabandinu er rýmkað þá flykkist fólk í sjávarbyggðirnar til að vinna fyrir launum, oft bara mjög lágum launum, en það var þó skárri kostur en helvítið í sveitunum. Þannig að þetta gerist bara 25 árum að þá verða eiginlega Vestmannaeyjar til sem sjávarbyggð. Síðan næsta píla er seinna stríð, þannig að ég veit ekki, þessi slakki niður, hann skiptir ekkert megin máli, en það sem er merkilegt þess að gera þetta stríð, að þá er halda Vestmannaeyjar í við fjölgun landsmanna. Og ástæðan er svo að þessum tíma var rekið svo kallað eftirstríðshagfræði sem að var eiginlega svona nation building. Þarna voru opinberar áætlanir að byggja upp sjávarútveg, styrkur til að hefja togarótgerð, fiskvinnslan styrt og eitthvað fleira. Og það er á þessum, undir lok þessa tíma sem eldgosi verður. Og þar kemur höggið niður. En svo sérður slakkan sem er lengra. Og ég þess að setja í píluna kvótakerfið tekur við, að mjög fljótlega eftir kvótakerfið og sérstaklega eftir framsalið, eftir 1990, að þá hrörna byggðir í Vestmannaeyjum. Og Vestmannaeyjar er ekki svo sjávarbyggð sem var vest úti, vegna þess að þeir héldu tildulega vel kvóta sínum. En það sem að gerist í kvótakerfinu er að það verður samþjöppun sem að þýðir það að það er hægt að fækka fólki og það sem verður velvæðing vinnslunnar sem að leiði til þess að það er fækka fólki en ávinningurinn af velvæðingu vinnslunnar fer í hönd tildulega forra og þeir fjárfesta ekki heimabyggð og Vestmannaeyjar er náttúrulega fræg fyrir það því að þeir keyptu Toyota-umbúðið og þeir hafa keypt Moggan og Otta og íslensk-ameríska og guðma vita hvað ekki, allt annars staðar heldur í Vestmannaeyjum. Þannig þetta er bara merki það hvernig kvótakerfið sogar peninga út úr sjávarbyggðunum þannig að vegna þess að það fer í höndur og fáum sem að eyða peningunum allt annars þar í eitthvað allt annað í eitthvað allt öðru byggðarlegi. Það sem að síðan setja inn ferðamannasprengjuna sem er eiginlega alveg við þegar hruni kemur, þá koma ferðamenn til Íslands og þá aftur skapa svona tækifæri sem að kannski svipað og var fyrir kvótakerfið, þar sem að alls konar fólk getur opnað lítinn veitingastað eða einhvern gisti heimili, Airbnb eða eitthvað svoleiðis, að þá
hættir hrörnun Vestmannaeyja af því þarna kemur inn einhver stóð undir atvinnulífið sem ekki í eigu bara einhverja tveggja blokka. Með þetta... Svo byrjar þetta síga hana í endan aftur og það náttúrulega bara COVID-tíminn. Við myndum reikna með þetta myndi fara aftur því að Vestmannaeyja náttúrulega ferðamanna paradís, þannig er náttúrulega bæði kostuleg nútíma saga og hann sérstakur menning og matur og svona sérstakur kúltúr og svo náttúrulega ótrúleg náttúra. Já, einmitt. Svo spurning bara hvort að Herjólfur sé í lagi. Má ég tefja þetta meira en yfirleistuðin? Já. Þannig að talandi um svona sjávarbyggðir að einhvern tímann þá var ég að hlusta útvarpið út í heimi einhverstar og þá var hún nýbúin að fá Nóbelsverðlaun í hagfræði, hún Duflo. Já, Esther Duflo. Og hún er þróunarhagfræðingur og tilraunahagfræði þar sem að stundar svona það að gera tilraun á því að hafa ókeypis mat í skóla í Kenía eða borga mæðrunum til þess að gera svona hvað virkar best til þess að láta þetta virka. Já, stemmast þegar við fátækt líka og hún svo mikið að pæli því. Já. Og þetta er áhugavert. En svo tók hún líka þátt í einni könnun sem var það hvað gerist á hamfarasvæðum. Og það getur verið hungursneyð, það getur verið náttúruhamfarir eða jarðskjálftar eða eitthvað svona áföll sem að byggði verða fyrir. Og hún var að lýsa þessu að reynslan væri svo að 15% af fólki færi. Já. Og ég er að tengja þetta Vestmannaeyjum, þess að Vestmannaeyjar voru hluti af þessari könnun. Og hún gat sérstaklega það. Hennar rannsókn? Já, vegna þess að það voru 15% sem að fóru ekki, sem urðu eftir á fastalandinu. Já. Og hún sagði að í þeirri rannsókn á Vestmannaeyingum að þá kom það sama í ljós og annar staðar að þessi 15% sem að fóru að þau hafa það betur efnaðslega. Þau eru hærri launum, börnin eru betur mentuð, þau búa betur, lifa lengur. Þessum fóru, sem urðu eftir í Reykjavík. Já. Því að þú ímyndar hörmungasvæði og þá flýr 15% og þau hafa það betur. Í tilfelli Vestmannaeyja er það þeir sem ekki koma aftur tilbaka til Vestmannaeyja. Þau hafa það almennt betur. Og það sem að hún var að segja með þessari sögu var að við allri mælikvarða sem við höfum, þá er fólki sem að fer sem hefur það betur. Vandamálið er það að 85% sem eru eftir, þau vitið alveg, en þau fara ekki. Vandamálið er það að við höfum engin mælitæki til þess að mæla það sem að fólk telur vera mikilvægara, heldur en hærri laun og allt þetta sem að við kunnum að mæla. Já, það er náttúrulega bara tilfinningin fyrir heima og ég ætla bara að vera heima í minni byggð og samfélaginu mínu og með fólkinu mínu og allt þetta. En okkur hættir stundum að tala um þetta neikvætt, að þetta sé svona eins og sé lakara fólk sem er eftir, íhaldsamara, skilji ekki raunverulega allan gróðan sem að getur fengið með því að fara. Ég held að við ættum að finna okkur að leið, hlusta á Duflo og finna okkur að leið til þess að mæla það hvað er gildi hvað er gildi samfélagsins sem er svo mikið að þú kýst frekar að vera áfram og hafna þessum 25% vaxtar auka sem þú getur farið með því að fara. Akkurat. Þetta nú Vestmannaeyjar. Herðu, ég held að þetta sé bara komið.